Við hér á N4 erum komin í samstarfi Háskólann á Akureyri, nánar tiltekið fjölmiðladeild skólans, og við erum að fá hérna nokkra nema til okkar til að spreyta sig á því að taka einslögu í föstudagsþáttinn. Og næst komið að henni Sögu Björk Friðþjófsdóttur, en hún valdi að ræða aðeins biðlista á öldrunarheimili. Undanfari hafa biðlista lengst til þess að komast inn á öldrunarheimili á Akureyri. Halldór Guðmundsson komin hingað til okkar og ætlar að ræða þessu mál. Sæll Halldór. Sæll. Hvaða skýringu getur þú gefið á þessu? Það varðandi biðlistana. Það í svo sem ekkert annað heldur en bara það fjölgandi eða stækkandi hópur eldra fólks á Íslandi. Það búið að vera vitað í allmörg ár að það væri von á því. Svo þetta, svo stækkar náttúrulega biðlistin alltaf, eða ég veit svo sem reyndar ekki hvort við eigum að kalla þetta biðlista, vegna þess að þetta eru einstaklingar sem hafa svokallega gilt færni og heilsumat. Og í augnablikinu þá talið vera eitthvað í kringum 45 til 50 manns sem á þessum biðlista, eða á þessum lista þeirra. Og hann hefur verið að stækka, eða það hefur verið að fjölga á honum, en það líka mjög mikla sveiflur. Það eru mikla sveiflur frá bara mánuð til mánuðar. Þessi listi getur staðið í 50-55 manns í dag, en hann getur verið komin í 40 eftir bara 2 vikur eða eitthvað svoleiðis. Ástæðan einfaldlega svo að það mjög mikil hreyfanleiki, fólk að fá þjónustu heima, og auðvitað það líka þannig að sumir auðvitað deyja, en það líka hjá okkur mjög margir sem koma inn á hverju ári. Þannig að þessi listi, þó hann stæði núna í 50 manns, þá myndum við geta tæmt hann á innan við 1 ári. Nýlega hefur verið talað að gera öldrunarheimilin að sjálfseignarstofnun. Hvað finnst þér þá tillögu? Sko, ég hef náttúrulega aðeins ritað pistil þá, en sem sagt, ég tek þátt í vinnu með að gera athugun á því hversu skynsamlegur kostur það sé. Það að segja að leggja á borðið kosti og galla fyrir því að mögulega að breyta öldrunarheimilunum í sjálfseignarstofnun. Ég hef enn sem komið ekki myndað mér einhverju sérstaklega skoðun á því, en við vitum alveg af því að það eru mjög breytileg rekstrarform í þjónustu við aldraða. Ég get bara nefnt sem dæmi Grund sjálfseignarstofnun. Ég veit ekki alveg hvort að Hrafnista sé sjálfseignarstofnun, en það allavega almennt félag. Og það eru fleiri heimili á landinu sem eru rekin í dag sem sjálfseignarstofnanir. Hins vegar það þannig að þær eru og flestar með einhverja, bakhjarla. Annaðhvort mannúðarsamtök, eða sjóði, menningarsjóði, minningarsjóði eða einhverju slíka. Þannig að það alltaf einhver almanna hagsmunir sem að liggja á bakvið þessi sjálfseignarfélög. Og ég gerir ráð fyrir því að ef við værum að fara í eitthvað slíkt, þá værum við með eitthvað slíkt líka. En ég hins vegar hef auðvitað líka velt því upp að það gætu verið vandamál tengt í að verða sjálfseignarstofnun, vegna þess að þá verða kannski óskýrari mörk á milli hlutverks Akureyrarbæjar annars vegar varðandi þjónustu og hlutverk sjúkrahús, heilbrigðisstofnunar og svo aftur hvað á þá þetta sjálfseignar hjúkrunarheimili mögulega að gera. Hins vegar það auðvitað hægt að líka svoleiðis á að það þá bara verkefni til að leysa, en þetta í athugun, og enn sem komið þá held ég að það sé bara allt í lagi að við leggjum svolítið kostina og gallana á borðið og ræðum það hvernig við sjáum fyrir okkur að öldrunarþjónusta verði í framtíðinni fyrir Akureyringa og tökum svo ákvörðun þegar það liggur fyrir. Ef þessi tillaga færi í gegn, hver eru svona helstu breytingarna fyrir þá kannski bæði íbúa og aðstandendur? Ég get nú svo sem illa svara því. Það bara ákveðin grá svæði sem við erum að reyna að leita svara við núna. Svona sem dæmi, það þyrfti væntanlega að svara því hvort að Akureyrarbær eða ríkið myndi óska eftir því að þessi mögulega sjálfseignarstofnun væri að reka hvíldardvalir
eða tímabundnar dvalir. Það þyrfti að svara spurningunni hvað ætlum við að gera við dagþjálfun og dagvistunarstarfsemina. Á hún að vera hluti af þessu eða á hún að vera einhver annar staðar og hver ætlar að halda henni gangandi? Og það eru ýmsar svona spurningar sem við erum að reyna að leita svara við það hvernig á að haga málum. Fyrir íbúa og aðstandendur, ég hef ekki vonað því að þetta myndi breyta endilega svo miklu fyrir þá. Það allavega ekkert sem að ég get konkrétt bent á og sagt að myndi breytast. Það væri hægt að benda á það að Danir hafa til dæmis gert ekkert ósvipaða hluti að vísu reyndar í heimaþjónustu og þá komust þeir að því eftir athugun sem þeir gerðu hjá notendunum að notendurnir vildu gjarnan að það væri samfélagið, sveitarfélagið eða ríkið sem að veitir þeim þjónustu og ber ábyrgð á þjónustun sem þeir fá en ekki að það sé óskilgreindur einkaaðili eða þess vegna sjálfseignarstofnun. En bara enn sem komið ég veit það ekki. Okay. Takk fyrir þetta, Halldór.